Kæru vinir, ástin og tímum kóleru byrjar svona. Það var segin saga að lyktin af beiskum möndlum myndan á endalok öfugsnúna ásta, en hann, prófessor Hannes Pettersson, ætlar ekki að tala ástin og tímum kóleru, heldur lyktaskyn og tímum COVID. Gjörðu svo vel. Já, þetta sannarlega óvanlegi tímar, en allavega eitt af því sem maður hefur fengið að heyra sem hálsnef- og eyrnalæknir þetta stórkostlega lyktarskyns leysi sem hefur einkennamynd þessa sjúkdóms sem við höfum orðið svo óþreifanlega var við á þessu ári. Við ætlum aðeins að skoða það með ykkur betur. Nú, þegar kemur að öndunarvegi þá skilin milli þess sem við köllum heilbrigði og sjúkdómur oft óljós. Nú, allir hafa einhvern tíma fundið fyrir einkennum frá öndunarvegi, hnerra, kláða í nefi, nefrennsli, nefstíflu, erting í háls eða hósta. En einmitt þau sömu einkenni og við upplifum þegar við erum veik, nema að þá bætist við hiti, slappleiki og mæði gjarnan, höfuðverkur og truflað lyktarskyn. Við ætlum aðeins að skoða öndunarveg, en öndunarvegurinn hann nær frá nefbroddi og alveg niður í ystu lungnablöðrur eða alveóli. Og við skiptum gjarnan öndunarveginum í efri öndunarveg og eru skilin þá raddbönd eða glottis hluta barkakýlisins og neðri öndunarveg sem þar tekur við og fyllir lungun. Ég vil að þið skoðið aðeins þetta blámerkta hérna, barkan og barkakýli annars vegar og hins vegar nefholið og nefkokið. Við komum að því betur og eftir. Klæðningin nefnilega á þessu bláa svæði þessi svokallaða öndunarvega eða öndunarfæra þekja sem gervi marglaga bifhærð stuðlaþekja. Þykkt þekjunnar 0,3 til 5 millimetrar og einkenni hennar þessar tvær frumur sem við sjáum hérna. Annars vegar þessar bifhærðu frumur sem hafa bifhár sem geta hreyft sig í ákveðnum takti og hins vegar þessi goblettfruma sem sem sagt full af slímblöðrum sem seytað yfir í öndunarveginn. Nú, þetta byggingin, en það ekki síður starfið sem mikilvægt. En starf nefsins þetta hér, öndunarstarf eða öndunarhlutverk, raddmyndunarhlutverk og efnaskynshlutverk. Nú, öndunarhlutin, þar það hreinsunarstarf nefsins, það að segja hreingerning á innönduðu lofti sem lykilatriði. Við veltum því sjaldan fyrir okkur að við öndum 20.000 lítrum af lofti í gegnum nefið á sólarhring. Og ef við erum mikið að hamast og atast, hlaupa úti og annað slíkt, þá getum við tvöfaldað þetta magn. Í þessu magni loft gríðarlega mikið af óhreinindum. Og þau þarf að hreinsa. Nú, síunarhlutverkið þannig að það myndast slím eða hór í slímhúðinni sem þið sáuð áðan, goblettfrumurnar seyta því út í yfirborð öndunarvegarins og það 500 millilítrar eða hálfur lítir á sólarhring. Bifhárslátturinn 1000 slög á mínútu og þannig má sópa slíminu frá nefbroddi og aftur í nefkok til kyngingar á cirka 6 millimetra á mínútu. Og ef við hugsum okkur að lengd nefholsins hér séu 6 til 8 cm, þá tekur það 10 mínútur að hreinsa ögn sem festist hér framalega í nefinu aftur í nefkok til kyngingar. Og þetta gerist algjörlega án nokkurrar meðvitundar. Nú, hreinsunarstarfið byggir á því að inn í nefinu með tilkomu þessara nefskelja eða nefaða sem í hliðlægum vegg nefsins, þá myndast hvirfilstrauma og agnirnar sentrifúgerast eða þeytast vegna hvirfilstrauma út í vegginn nefholsins og festast þar í slíminu sem síðan sópað í burtu. Nú,
það ekki bara að sía, heldur það líka að stjórna hita og raka innöndunarloftsins. Og það gerist fyrir tilstilli þessara nefskilja einnig. Þannig getum við andað inn eins og í gær -8 stiga köldu lofti og einhverjum 8 cm aftar í nefholinu ef þessi -8 gráður orðið að 37 gráður. Og það sama á við raka. Við erum að borða í flugvél, það er 5% rakamettun, aftur í nefkokinu er orðin 100%. Í slíminu eru ensím sem brjóta niður bakteríur og veirur og ensímið er súrt sem einnig eykur á drápshæfni slímsins. Raddmyndunina er óþarft að nefna, margir kannast við það að verða nefmeltir um leið og þeir veikjast eða stíflast í nefinu, en efnaskyns þáttinn þekkja margir líka og þar er það lyktarskynið sem er í lykilhlutverki, en þefskynið, það er að segja að þekkja til feromón, það er meira þekkt í dýraríkinu. Á hverju byggist þetta lyktarskyn sem við vorum að tala áðan? Jú, það byggist á lykt eða ilm eða ángang, það er að segja ódorant sem eru í umhverfi okkar, sem ná upp til lyktarskynstekjuna. En þessir ódorants eru rokgjörn efni sem hafa mismunandi efnabyggingu. Í flestum tilfellum er að ræða kolefnabyggingu, það er að segja að það er einhverja kolefnakeðjur og þá skiptir lengd þeirra máli. Þrívíð bygging þeirra skiptir einnig máli. Hvaða viðbótarefni er hengt á þessa kolefnakeðju. Allt þetta skiptir máli hver er lyktar framkallandi verkum hvers efnis fyrir sig. Esterar eru þekktir, þar eru til ávaxtalyktir, epli, ananas, perur og appelsínur. Terpenar sem eru þá aðeins lengri kolefnakeðjur, það eru þá þéttari jurta ávaxtalykt, sítrónur, kórandir, basil, mango og mynta. Síðan koma aldehýð, þar er það þrívíða byggingi sem skiptir máli, bitrar möndlur, kanil, vanila, anís og kakó. Síðan erum við, ef við hengjum á þetta köfnunarefni, að þá komum við í skítafíludeildina. Þar eru það amín, rotnandi hold, eins og nafnið kadaverín ber með sér. Skítá-kúkalykt eða skatóllykt. Ketónar, þeir aftur á móti eru þveröfugt, eru oft góðar viðarlyktir, en einnig lykt af blóði og málmum. Þíól, það er aspas, kaffi og hvítlaukur, alkóhól og svo mörg önnur náttúrulega framleidd efni sem þá berast með lyktarskynsþekjunni. Lyktarskynsþekjan, en framlag nefs til lyktarskyns hefur með heilbrigði nefslímhúðarinnar og loftflæði að gera. Lyktarskynsþekjan er staðsett í þaki nefholsins í því sem við köllum olfactory cleft og nær niður á hliðlægar brúnir og einnig niður á miðlæga brúnseftum sem við sjáum ekki hér. Lyktarskynsþekjan eru 5–10 fersentímetrar að stærð. Loft berst eftir 2 leiðum að öndunar- eða lyktarskynsþekjunni fyrirgefið. Það er orthonasal leið eða orthonasal olfaction, en 15% af innönduðu lofti í gegnum nasirnar ná lyktarskynsþekjunni. Loft kemst einnig að lyktarsþekjunni þessa retrograde eða þennan bakveg, en hér að ræða ángan af því sem við kyngjum. Og við komum að því á eftir og er mikilvægt að hafa í huga og muna eftir. Lyktarskynsþekjan sem við vorum að sjá þarna áðan, að hún á sér örsæja byggingu. Þar er að finna 3 tegundir fruma og allar þessar frumur eru gríðarlega mikilvægar. Í fyrsta lagi eru það lyktarskynsfrumurnar sjálfar eða olfactory sensory neurons sem eru þessar viðtaka frumur eða receptor cell sem við sjáum hérna. Það eru 20 milljón hvoru megin, það er að segja 20 milljón svona frumur á hvorri lyktarskynsþekjunni hægra og vinstra megin.
Þetta eru bipólar frumur hvers sími liggur í gegnum lamina cribrosa sem er beinplata og hluti af sálbeininu og opnar leið með sínum pores eða götum inn í fremra kúpuhól. Hér sjáum við hver lyktarklumpan eða bulbus olfactorius liggur, en þessar lyktarskinsfrumur eða olfactory sensory neurons eiga síðan tengingu hér inn í lyktarklumpuna. Þetta eru bipólar frumur og hafa ekki á sér blood-brain barrier og þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar við komum lengra inn í byrðlestum. Þessar frumur eru sérhæfðar og eiga sér sérhæfðan dendrískan fruma, dendrískan enda, þar sem viðtakar eru á þessum sílium, þessi lyktarskins viðtækin eru á þessum öngum sem ganga hérna út í slímið. Þessar frumur eru endurnýjanlegar og 20 eða milljón frumur sameinast í eitt knippi, þannig að er að ræða cirka 20 olfactory axons sem ganga upp í lyktarklumpuna. Við höfum þarna basalfrumur sem eru þá væntanlega óþroskaðri frumur sem síðan sérhæfast í sérhæfðari hluta lyktarskinstekjuna, því að hinar sérhæfðu frumurnar eru glýjalíkar stoðfrumur eða supporting cell og við skulum hafa þær í huga líka þangað til á eftir. En þessar frumur eru gríðarlega mikilvægar hvað varðar starfs lyktarskinstekjuna. Við höfum Bowmans-kirtla sem seyta slími og þetta slím er öðruvís en slími sem myndast í öndunarveginum. Þetta eru pólysakkaríð keðjur með ríku próteininnihaldi og salti og það er talið að þetta slím magni lykt og hreinsi sína lyktarskins viðtæki, einnig mikilvæg funksun. Hér sjáum hvað gerist inni í lyktarklumpun eða bulbus olfactorius. Þar eiga þessar reseptorfrumur sína fyrstu synaptísku tengingu við mítralfrumurnar og þær eru fyrstu gráðu skynfrumurnar í lyktarskinsgrautunum. Þær eiga síðan tengingu í anterior olfactory nucleus og þaðan taka við þá annarra gráðu skynfrumurnar sem fara inn í heilan með olfactory trakt. En þessi lyktarklumpa og tractus olfactorius, þetta er fyrsta heilataugin eða nervus olfactorius. Hún er algjörlega telencefalísk, þetta er heilataug hvelaheilans og ólíkt öllum öðrum skynfrumum í líkamanum, þá á annarra gráðu skynfruman sér ekki millistöð í þalamus, heldur gengur beint inn í lyktarskynsheilan eða rhinencephalon sem er fílógenist elsti hluti heilans og gegnir sannarlega mikilvægu hlutverki. Þannig fara boð frá lyktarskinsviðtökunum í nefinu inn í lyktarklumpuna. Lyktarklumpan á sér tvær leiðir miðlægt inn í primary olfactory cortexin eða á darkarsvæði lyktarskins og inn í amygdala. Og það eru síðan tengsl þessara dýpri hluta miðtaugakerfisins sem ráða mikilvægi lyktarupplifunar í lífi okkar. Lykt er tengd við minni, lykt er tengd við vellíðan og hegðun okkar svo eitthvað sé nefnt. En það eru mismunandi lyktir sem örva mismunandi olfactory sensory neurons eða lyktarskynstaugar. Ein tegund viðtækja en þær eru dreifðar lyktarskinstekjuna þessar frumur. Það þarf oft gríðarlega lítið merki. Það þarf mjög til þess að örva þessa viðtaka og það er talið að það geti verið allt að molekúlar þyngd eða massi í 10-12. Það á sér stað aðlögun í þessum reseptorum og þeir geta vanist lykt. Það eru 1000 gen sem kóða fyrir stórri fjölskyldu lyktarskinsviðtækja.
sem eru sem sagt PCR gerð og gera okkur kleift að greina á milli í nýjustu rannsóknum milljónum mismunandi lykta eða billjón lyktum. En þetta gríðarlega mikilvægt atriði að skoða. Jafnvel þó að við getum greint mun á einhverjum tveimur lyktum, þá ekki alveg þar með sagt að við getum greint eða sagt hvers slags lykt þetta ef við höfum aldrei fundið hann áður. Það getur vel verið að það sé einhver blóm niður í Ástralíu sem lykt á einhvern hátt sem við höfum aldrei fundið áður, en við finnum þessa lykt en við vitum ekki hver hann er. Og þarna sem sagt það að þekkja lyktirnar sem sem sagt tengt menningu, mikilvæg, og það alls ekki á þessari stærðargráðu. Og síðan það að muna lykt. Og það þarna sem vínsérfræðingarnir, það þarna sem einstaklingarnir sem framleiða ylvötnin, það eru þarna sem matarmeistararnir koma sterkir inn. Þeir hafa mjög gott lyktarminni. Þú þefar af einhverju víni og skráir niður þær lyktir sem þú upplifir eða finnur í víninu og síðan sérðu þessa flösku mörgum árum síðar og þú getur sagt hvaða lyktir þú fannst úr glasinu. Þannig að það ekki bara að greina, heldur það að þekkja og muna. Nú aðeins af því að þetta tengist nú bragðskyninu, að þá vert að skoða það örsnöggt. Nú, Alkmaeon sem var uppi 500 árum fyrir Kristur tengdi bragð við tungu og lýsti sem sagt pores eða holum á tungunni sem bragðefni færu og næðu þannig til heilans. Nú, slímhúð munnholsins og þá sérstaklega tungunnar klædd tungutótum eða papille linguae og sem við sjáum berum augum á tungunni og skiptast í þessar hér, þráðtótur, sveppatótur, lauftótur og gerðistótur. Nú bragðlaukar eða Calliculus gustatorius eða taste buds, þeir eru starfseining efnaskynsfruma bragðfruma og í tengslum við taug. Og þessir bragðlaukar eru dreifðir margir í hverri tótu á yfirborði tungunnar. Nú smásagerð bragðlaukana þessi, þetta eru tunnulaga fyrirbæri, þar sem við finnum enn og aftur basalfrumur, sem eru stofnfrumur þekjuvefs að uppruna og sjá að endurnýja bragðlaukana. Við höfum þarna dark cells, intermediate cell og light cell sem eru taldar vera bragðfrumurnar sjálfar, þroskaðar. Þessar sem sagt frumur, þær eiga sér apikal hluta sem stingst út pores hvar tengslin verða við bragðefni. Nú á tungunni greinum við einungis þessi 5 brögð. Umami sem greint nokkurn veginn á allri tungunni, súrt sem greint hérna hliðlagt á tunguröndinni, sætt lengst fram, biturt eða beiskt aftast og salt sem girðir tungu brottin og hliðlagar brúnir til hægri og vinstri. Eins og ég sagði, þessar sem sagt reseptorfrumur í bragðlaukunum eiga sér miðlæga tengingu með 2 heilataugum, 7. og 9. og ná þannig inn í þalamus og upp í bragðskynsbörkin sem í eyja hlutanum með insúla hluta hvelaheilans. Lyktar og bragðskyn samofið og við aðgreinum það ekki svo létt hvort frá öðrum. Við tölum lykt, eins og við sögðum áðan, sem greind í lyktarskynsþekjunni og við höfum síðan bragð sem við greinum á tungunni. Þegar við kyngjum mat þá fer sannarlega töluvert af lyktarskyns eða ódorant mólekúlum frá fæðunni og vekur skynhrif í lyktarskynsþekjunni.
Þannig að þegar einstaklingur segir að hann hafi misst lykt og bragðskyn, þá það fyrst og fremst bragðskyni sem tekur til þessara retrograde odorant mólekúla sem ekki eru greind. Ef gengið hart að þessum einstaklingum og þeir beðnir að stinga tungunni í saltstauk eða kreista sítrónatunguna eða bíta í bitra möndlu, þá sannarlega greina flestir þessara einstaklinga þessi 5 grunnbrögð á tungunni. Við á íslensku eigum ekkert orð yfir það sem þessi sameiginlega upplifun kallast, en á ensku hún kölluð flavor. Þess vegna leyfi ég mér að kynna hér kannski örlítið nýja sýn, að við tölum lyktarskyn og smakkskyn. Smakkskynið það sem við greinum á tungunni og þessi sameiginlega upplifun sem síðan lyktarskynið og smakkskynið greinir, að það þá bragð. En áfram með smjörið. Vandamál í nefi mjög algeng og sérstaklega í ljósi þess hversu gríðarlega mikið af lofti andað í gegnum nefið á sólarhring og hversu mikið af óhreinindum í því. Það ekki þá bara ryk og skítur, heldur eru þarna bíólógísk óhreinindi eins og veirur, bakteríur og sveppir. Og þetta eru sannarlega efni sem geta verið að erta slímhúðina og valda sjúkdómsframkallandi áhrifum í nefinu, nefbólgum þá, sem við köllum rhinitis. Nú, flokkun sjúkdóma í nefi þannig tiltölulega einföld. Við tölum eitthvað vandamál í nefi, oftast það rhinitis, það einhver með bólg í nef, það einhver með einkenni hnerra, kláða, stíflu, nefrensli, svo eitthvað sem nefn. Og það fyrsta sem við viljum vita að ræða sýkingu eða ekki sýkingu. Ef ekki að ræða sýkingu, það að segja að bólgan ekki tilkomin vegna sýkla, að þá þarf að greina þetta í 2 hluta. Bólgan vegna ofnæmis eða ekki ofnæmis? Ef það ofnæmi, þá 2 möguleikar í stöðunni, árstíðabundið ofnæmi eða ekki árstíðabundið ofnæmi, en ef það ekki sýking og ekki ofnæmi, þá koma til alls konar nefvandamál sem ég geti staðið hér í heilan dag og sagt ykkur frá. En þarna það til dæmis eins og nefstíflur í þungun, nefvandamál hjá öldruðum, svo eitthvað sem En ef að ræða sýkingu, þá eigum við þessa 3 möguleika, sveppir, bakteríur og veirur. Og það eru þessar veirur sem við ætlum að skoða. Því að veirurrhinitisinn, það þetta klassíska kvef. Og það þessi sjúkdómur sem við þekkjum svo vel, sérstaklega í vetrartímann, og við þekkjum sérstaklega vel sem börn. Öll þekkjum við vandamálin í leikskólanum, endalaus kvefvandamál, rennandi nef, hor, nefstíflur, frotur að nóttu og jafnvel svo miðeyrna vandamál. Nú, saga þessa kvefs svona í grófum dráttum þessi. Árið 1930 þá var sýnt fram á með tilraunum að nefsekret væri smitandi og einhverjum 23 ára síðan var síðan veira ræktuð úr þessu sekreti sem var þá sannaður sem orsakavaldur kvefseinkenna. Það var fyrst 1959 að parainfluensuveiran var fyrst einangruð og staðfest sem orsakavaldur. 1963 þáttur rínoveira sem hóp staðfestur og 1965 þáttur kórónaveira staðfestur sem meinmyndandi þáttur í þessu klassíska kvefi. Í byrjun 8. áratugar síðustu aldar reyndust einungis 40–50% ræktana frá kvefsekreti sýna fram á veirur, en með PCR-tækni dagsins í dag einangrast veirur í 99% tilfella. Nú, sýkingin gerist í öllum veðurbeltum en sjaldnast á sumrin. Nýgengi þessi einstaklingar 18–45 ára fá einkenni kvefs 2–3 ári. Börn yngri en 18 ára
4 til 6 sinnum á ári, takk ég fyrir því. Og ef við förum neðarlega í þennan aldurshóp, að þá eru sumir sem vilja meina að fjöldinn geti verið þetta 8 til 12 á ári og það þýðir einfaldlega að hjá yngstu börnunum í dagvistun þar sem þeim hópað saman að þar getur verið að fá nýja tegund af veirukvefi einu sinni í mánuði. Nú smitið sem sagt snertir smit frekar en úðasmit og hér sem sagt staðsetning rínoveira á einstaklingum með tertkvef og þar eru það hendurnar og þetta við þurfum ekki, þetta engin sannleikur fyrir okkur, þetta hefur þríeykið sagt okkur, þvo okkur hendurnar, þvo okkur hendurnar. Nú, rínoveirur eru sem sagt aðalorsök og það eru 70%, aðrar veirur 15% og þá vantar okkur 15%. Hvaða veirur eru það? Jú, það eru kórónuveirur. Og við ætlum að skoða það aðeins betur. Nú, þetta óþarfi að segja ykkur frá. Kórónuveirufaraldurinn braust út nokkurn veginn fyrir rétt tæplega ári síðan og rannsóknir hafa síðan sýnt að veiran Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 eða SARS-CoV-2 ábyrg og hún getur dreift sér á milli manna. Nú, COVID-19 faraldurinn hefur sýnt sig að valda meiri háttar heilsutjóni, áður óþekktu álagi á heilbrigðiskerfi og hruni á efnahagsstöðugleika. Og þetta nánast raunmynd varðandi ástandið á Íslandi í dag. Nú, kórónuveiran eða þessi SARS-CoV-2 alls ekkert nýja á nálinni, heldur eigum við þekktar kórónuveirur sem hafa verið að gefa okkur sem sagt einkenni kvefs til margra ára. Nú, hvað varðar smit og faraldursfræði sem sagt COVID-19 og þá SARS-CoV-2 veirunar, að það óþarfi að tíunda hana. Á Íslandi eru væntanlega 345.000 sem sagt sérfræðingar og allir vilja leggja eitthvað til málsins. En það sem óvenjulegt við þennan faraldur auðvitað að það eru allir aldurshópar undir. Og hér sjáum við sem sagt landakots hópsýkinguna, en þetta það sem hið óvenjulega samanborið við hin kórónuveirusmitin, kvefsmitin, að þau eru að gerast í barnæsku, þau eru að gerast, þessir hópar eru að smitast venjulega af hinum kórónuveirum. Þannig að þessir aldurshópar eru núna undir og það óvanlega við vandamál. Hver meinmyndin? Jú, til þess að kórónuveiran komist inn í líkamann og inn í þekjuna til þess að fjölfalda sér og valda sem sagt vanda, að þá þarf hún að tengjast ACE eða ACE2 sem sagt viðtökum og þá að finna á mörgum frumum í líkamannum, en ef við skoðum sérstaklega sem sagt öndunarveginn, að þá eru þessir viðtakar til staðar í sem sagt bifhærðu, í sem sagt, fyrirgefið hérna ef við skoðum fyrst konjunktíval þekjuna, þá eru sem sagt viðtakar þar til staðar og við sem sagt sýkingu að þá fjölfaldast veiran en ekki svo mikið sem sagt viðtakar. Ef við skoðum sem sagt öndunarveginn og öndunarfæraþekjuna, hvort heldur sem í nefi eða berkjum, að þá eru sem sagt þessir viðtakar fyrst og fremst í bifhærðu frumunum, ekki í slímmyndandi frumunum. Og við sem sagt sýkingu þá fjölgar viðtökunum og veirunum fjölgar. Þetta á líka við sem sagt neðri öndunarveginn, það eru bifhærðu frumurnar en ekki sekretórísku frumurnar. Hvað varðar alveólarfrumurnar, þá eru alveólar típa 2 frumur sem hafa ACE2 viðtaka og það ég hef verið að sjá greinar sem sýna fram á að það séu sem sagt þessi viðtaka séu einnig til staðar í sem sagt alveólar típ 1 frumum og einnig í alveólar makrofrjókum. En allavega, einkennum COVID vart að gera skil því að við þekkjum þau vel, eru allt frá einkennalausu smiti til dauða. Og þetta gömul, sem sagt, þetta gamalt plakat sem ég fann sem sagt kórónuveiru sem sagt sýkingar. Krafturinn þannig að hún veldur sem sagt common cold og eins og við sjáum þetta eru 15% af öllum kvefsýkingum.
Veiran sem sagt ræðst á efri öndunarveg og dreifir sér síðan sem sagt öndunarfæra smit. Vírusinn lokaliseraður í öndunarfæra þekjunni í efri öndunarveg og framkallar lítið ónæmissvar. Vírusinn veldur sem sagt kvefi sem þá sérstaklega með einkennum sem sagt nefrennslis og svona veikindum með litlum hita og ekki eins mikil hálsærindi eins og má vænta í rínovírus kvefi. Inkubationstími 2 til 5 dagar og síðan verið að dreifa veiru viku þar á eftir. Hvernig að verjast þessu? Ekkert vaksín, alfa-interferón hefur verið gefið, en best að þvo á sér hendurnar og þetta eru engin sannindi fyrir okkur. Meðal margra einkenna COVID-19 þá hafa bresku HN-samtökin skilgreint anosmíu eða lyktarskynsleysi eða truflun og bragðskynstruflun sem meiri háttar einkennum og einkenni sem að auki geta staðið ein og sér og þannig bent á áður óþekkta bera. Lyktarskynstruflun má skipta í tvennt, loftflæðis lyktarskynstruflun eða conductive loss of smell eða skynleiðni lyktarskynstruflun eða neurosensorial loss of smell. Loftflæðis lyktarskynstruflun felur í sér truflun á flæði lofts og þar með að lyktarskynsstekjum. Bólga og byggingartruflanir eru hér algengar eins og kvef, krónískur rínósínusít með nefsepum eða æxli í nefbóli. Þarna það einfaldlega þannig að lofti sem þarf að berast að lyktarskynsstekjunni kemst ekki að þekjunni og getur þar að leiðandi ekki framkallað lyktarskynnsupplifun. Skynleiði lyktarskynstruflun felur í sér truflun á skynjun í lyktarskynsstekjunni, það truflun á reseptorunum, þarna komast ódórantarnir eða lyktarefnin að þekjunni en það eitthvað að í lyktarskynsstekjunni sjálfri. Eða að það eitthvað að miðlægum flutningi frá þessum lyktarskynns viðtakafrumum, olfactory sensory neurons, inn í lyktarklumpun og jafnvel truflun á leiðinni frá klumpun og inn í heila. Helstu orsakir skynleiðni lyktarskynstruflana eru staðbundnar svo sem veirusýkingar í nefi, postværan, höfuðáverkar, taugarhörnun og öldrun. Og það einnig til lýsandi flokkun sem tekur til huglægrar eða hlutlægrar upplifunar. Huglægar lyktarskynstruflanir eru kallaðar dysosmía, þarna eru sem sagt fyrirbæri eins og parosmía, það trufluð lykt við áreiti ódorant, það að segja lyktin passar ekki eða það eru lyktarskyns hallusínasjónir. Hlutlægar lyktarskynstruflanir eru það minkalyktarskyn, hyposmía eða algjört tap á lyktarskyni sem anosmía. Og hér eru sem sagt listi yfir sem sagt orsakir lyktarskynstruflana og þær eru margvíslegar en ég bendi sérstaklega á veirur, postvíral, það að segja veirurnar hér að valda bólgu í slímhúðinni sem hleypir ekki loftina að lyktarskynsstekjunni en svo segjum við postvíral og þetta þá meira að það sé eitthvað að lyktarskynsstekjunni sjálfri. Kontrikúpp höfuðáverkar, þar sem fíle olfaktoría eða símar sem sagt skynfrumana sem við sáum í þekjunni eru klipptir í sundur þar sem þeir fara í gegnum lamina cribrosa. Síðan það sem sagt heilabólgur og presbyosmía sem bara lyktarskynstap með hækkuðum aldri. En við skulum skoða þessa tvo þætti að hafa það í huga þegar við höldum áfram. Postviral olfactory dysfunction. Efri öndunarvega veirusýkingar eru algengust orsakir lyktarskynstruflana. Byrja sem loftflæðis, einfaldlega bólgin slímhúð í nefi, en endar sem skynleiðni, gjarnan kallað á ensku postviral olfactory dysfunction. En hér lyktarskynsstekjan og brautir truflaðar. Konur og einstaklingar eldri en 65 ára eru líklegri til að fá þessa postvíral lyktarskynstruflun og ástæðan óljós en það hefur verið talað um viral load og presbyosmía. En einkennin sem sagt hvað varðar COVID og kvef almennt venjulega meira í konum en körlum og algengasta skýringin svo að konurnar eru meira
í ummönnun ungra barna og þar af leiðandi eru það meira útsettar fyrir kröftugri víralega smitbera magni. Nú, hvaða veirur eru ábyrgar? Jú, í 40% tilfelli greinast veirur í þessu post-viral olfactory dysfunction, en ef þær greinast, þá það þessar veirur hér. Nú, vefjarannsóknir eru áreiðanlegri heldur en ræktanirnar og bera vitni vefjabreytingar sem á greina á öllum stöðum lyktarskyns. Sýni úr lyktarskynstreki sjúklinga með post-viral lyktarskynstruflun sýna töluverð frávik, það er að segja útlitsbreytingar á lyktarskynsviðtökunum, þessar frumur sem við sáum þarna í upphafi. Lyktarskynsþekjan oft ummynduð í öndunarfæraþekju eða metaplastíska flöguþekju og gegnir þar af leiðandi ekki hlutverki sínu sem viðtakaþekja. Nú, það getur líka verið truflun á taugatengingu milli þekjunnar og lyktarklumpunar. Og þarna oftast jákvætt samband milli vefjaskemmda og stigs lyktarskynsleysis. Þeim meira sem skemmdin þeim mun alvarlegri lyktarskynsleysi. Nú, dýratilraunir, þar sem veirusýking hefur verið framkölluð í nefi tilraunadýrs, staðfesta fyrrnefndar vefjabreytingar, þessar hér, og bæta við vefjaskemmdum í lyktarklumpunni og miðlægum lyktarskynsbrautum. Þessar miðlægu truflanir eða skemmdir eru bæði útlitslegar og starrænar. Það MRI af lyktarklumpu sjúklinga með víral eða post-víral lyktarskynstruflun sýnir marktæka minnkun á rúmmáli lyktarskynsklumpuna og minnkunin í hlutfalli við stig og tímalengd lyktarskynsleysisins. Starfræn heilamyndataka eða PET-myndataka hefur sýnt marktæka minnkun á grunnefnaskiptum þeirra svæða heilans sem hafa með lyktarskyn að gera, greiningu þess og miðlun. Nú, þetta allt saman, rannsóknir á þessu í fullum gangi núna og það nánast birtist grein á dag varðandi þessi vandamál, en hér samantekt á birtingum taka til sambands lyktarskynstruflana og COVID-19. Og hér í fyrsta dagnum, hér má sjá bara tíma, hér eru fyrstu greinarnar að koma strax í mars, einhverjum 3-4 mánuðum eftir fyrstu smitin. Og við sjáum að þetta að gerast í Íran og Ítalíu og Íran, engar hér frá Kína hvað varðar lyktina, og það segir okkur kannski svo lítið, en það er mikið frá Ítalíu og en eru þeir mikið mat og vínmenn. Nú, þetta er mikilvægt að átta sig á líka, hvernig var lyktarskynsleysi metið. Það er talið að self-reported, það er ekki gefið mikið fyrir þann endapunkt. Það er miklu frekar questionnaire. Og ég tala ekki ef það eru hlutbundnar mælingar. Hérna ein frá Ítalíu og þetta víst mjög vinsæl jólagjöf í dag, netuvín. Nú, konum preponderans, það já allstaðar hér, nema á einum stað, og það þessi íranska, mjög fín rannsókn, að vísu bara 60 einstaklingar. Og þar mældu þeir University of Pennsylvania Smell Identification Test og þetta best framkvæmda rannsóknin og hún sýnir fram á 98% prevalens hlutfall lyktarskynsleysis. Man taki eftir því, hérna konurnar fengu ekki að mæta í Íran. En allavega lyktarskynstruflunin öllum líkindum ofar bragðskynstruflunin í COVID-19. Það að missa bragðskynið. Það að segja, væntanlega eru flestir af þeim sem tóku þátt eru að segja að þeir hafi mist lyktar og bragðskyn, en þeir hafi ekki verið prófaðir fyrir bragðskynið. En lyktarskynstruflun í COVID öllum líkindum á skynleiðni lyktarskynstruflunar grunni og þá aðalega vegna þess að þessar support eða stóðfrumurnar það ekki olfactory sensory neurons sem þið sjáið hérna, sem hafa ACE viðtakana, heldur það stóðfrumur. Og það í gegnum þessar stóðfrumur, það truflun á þeim sem lyktarskynsleysi verður, gefur sér til kynni. Síðan það staðbundin, ónæmisviðbrögð í þekjunni sem fara að trufla lyktarskynfrumurnar og að veiran geti komist úr stóðfrumunni og inn í reseptorfrumuna
spurningamerki við þá leið en það talið að svo geti verið og að þannig komist veiran retrograde inn í heilan og geti valdið sem sagt þá truflun á lyktarskynsklumbunni. Og nú að koma sem sagt, og hér bara verið að tala mikilvægi þessara stoðfruma sem sagt lykilfruman, viðtakafruman í tekjunni sem tekur við veirunni í upphafi. Og hér að koma sem sagt núna bara frá sem sagt birt í september að þetta COVID sjúklingur með anosmíu og hér hefur verið sýnt fram á olfactory bulb atrófíu. Þannig að það hefur verið að skoða þetta sem sagt mikið og það hefur verið að það er dettin sannanir fyrir svona retrograde flutningi á veiru í gegnum lyktarskynsstekjuna og þessar lyktarskynnsfrumur inn í miðtaugakerfið. En það ekki almyrkvi. Við getum meðhandlað þetta og það gríðarlega mikilvægt og það bara eitt af því sem lykilatriði núna í dag varðandi einstaklingar sem tapa eða missa lyktarskynið, að það eru lyktaræfingar. Einfaldlega að setja lyktir í krukkur eins og í þessu tilfelli sítrónu, rós, klófs og eukalyptus. Það má hugsa sér líka að setja kaffi eða örlítinn bensíndropa, einhverja lyktir sem viðkomandi þekkir, setja það í litla krukkur með lokuðu loki og þú átt að anda að þér úr hverri krukku, 5-6 krukkur í 20 sekúndur hverri, 2 til 3 á dag í 3 mánuði eða lengur. Nú sterar hafa verið prófaðir, sterar per os hafa ekkert að segja, hugsanlega hafa sterar í nef eitthvað að segja og það full ástæða til þess að reyna það. En síðan má spreyja í nefið sem sagt sódíumsítrati sem styrkir virkni lyktarskynsviðtaka. Það má spreyja inn í nefið vítamín A sem hvetur áfram sem sagt olfactory neurogenesis eða endurnýjun á þessum olfactory sensory neurons eða lyktarskynsfrumunum. Og það á líka við sem sagt vítamín A ef því spreyjað í nefið og svo það sem sagt omega 3. Þannig að þetta sem sagt, það má meðhöndla þetta. Nú, þessi postvíral sem sagt lyktarskynsstruflun, prógnósan léleg en sannarlega í tengslum við sem sagt alvarleika sem sagt lyktarskynsmissisins. Þeim mun meiri sem lyktarskynsmissirinn þeim mun minni líkur á að þú náir þér. En hér það sem sagt þolinmæðin sem þessa þraut vinnur því að það hefur sýnt sig að jafnvel allt að 2,5–3 árum eftir lyktarskynsmissin þá hann að koma tilbaka og á þessum tíma gríðarlega mikilvægt að þjálfa nefið, láta eða útsetja það fyrir lykt. Takk fyrir. Ekki fyrir spurningar, hér virkar, þannig að sjáum eitthvað. Það einhverjir sem vilja spyrja, þá náttúrulega til að gera það. Og prófa að sjá hverju online. Ekki sem það allavega eina spurningu sem ég má senda hérna, ég skal bara taka hana allavega. Það spurning varðandi þessi efni sem verið að auglýsa, mikil svona nefspray sem hindrar veiruna. Það verið auglýsa svoleiðis efni sem þetta spurninga, hvað telur þú? Virkar þetta? Ég hef ekki mikla trú á þeim, en það bara með persónulega skoðun og hún ekki byggð á neinum rökum, þannig að ég hef ekki keypt mér ef það nægir sem svar. Já, svo eitthvað. Já, það var annars svona spurningu varðandi veiru sem sjálfur ekki lyktarskynsstruflun, örugglega í þessu samhengi sko. Ekki alveg aftur með þessu spurningu þetta? Nei, en allavega takandi til sem sagt þessara COVID-sýkinga, að þá hefur það sýnt sig að áhrifin á öndunarfæraþekjuna í nefinu, hún ekkert endilega svo svakalega mikil. Þú getur verið að fá bara bingo misst lyktarskynið og einungis með lítil einkenni frá nefinu sjálfu og áverkin á slímhúðina sjálfa í nefinu, hún gefur einkenni eins og nefstíflu og nefrennsli. Þannig að það þarf ekki að vera með í lyktarskynsvandanum. Þú getur verið með tiltölulega bara góða neföndun og þú getur verið með lítið horrennsli. Þú
þreyttur og þú ert veikur, þú ert með smá hita, en þú ert tapað lyktarskyn. Já. Ég sá að Guðjón var eitthvað að spyrja, við veitum ekki hvort við náum í gegn hérna. Guðjón, heyrðu hún núna? Já, heyrið þið mér núna? Já, ok. Ég ætlaði sko bara að spyrja það hérna varandi lyktarleysi í koronavírus. Hér hefur verið gerð stúdía á aðrar koronaveirur. Já, af þarna í þessum postvíra lyktarskynstruflunum, þar sem ég tíundaði þarna vefjaskemmdirnar, að þar hefur þetta verið, sem sagt, þar hafa koronaveirum, mikið af þessum sem sagt vefjaskemmdum, þetta hefur verið skoðað sem sagt af öðrum koronaveirum. Þannig að það engin ástæða til þess að ætla eða það má ætla, og þess vegna sagði ég að öllum líkindum eru þessir sömu faktorar að gilda hvað varðar SARS-CoV-2 veiruna. En þessar vefjaskemmdir, það er að segja skemmd á dendríta eða viðtakahlutanum sjálfum, skemmd á þekjunni, respiratórísk sem sagt metaplasía og jafnvel flöguþekju metaplasía í lyktarskynþekjunni sjálfum. Þetta tilkomið vegna sem sagt sýkinga, þetta eru sýni tekin úr einstaklingum þar sem hefur sannað COVID-veiru sýkingin ekki að þeirri sem sagt SARS-CoV-2 veirunni heldur fyrri tegundum, Hong Kong og MERS svo eitthvað sem nefnt. Heyrið í mér? Já, núna. Já, mikið þetta sniðugt. Ég ætlaði nú að þakka bara fyrir alveg gríðilega skemmtilega nú áhugaverðan fyrirlestur. Ég nú svo sem ekki með neina spurningu, en mér langar, mér finnst þetta mjög athyglisvert þetta með menningar tengda upplifun af lykt. Vegna þess að ég er nú alin upp á Skaganum þar sem að loðnuvinnslan var nú alveg í miklum metum á mínum uppvaxtarárum. Alin upp hjá ömmu og afa sem voru á kreppukynslóðinni og fannst þessi lykt bara yndislegasta lykt í heimi. Já. Og þegar maður fer svona og ég veit að þessi lykt hefur valdið miklu vandræðum og fólk í dag samþykkir ekki að þetta fari yfir byggðir óáreitt og hefur valdið vandræðum í mörgum byggðarlögum, en ég finn þetta ekki. Nei, nákvæmlega, og þetta er já, vissulega þessi lykt menningartengd, og ef þú færir nú inn í frumskóg Amazon með þessa lykt í krukku og myndi láta einhvern finna hana, þá myndi hann sannarlega finna hana, hann vissi ekki fyrir sitt litla líf hvað þetta væri. Og svo það þessi svona desensitization, sem ef þú finnur hann ofta mikið, að þá leiður hann hjá þér. Þetta pínlítið eins og bara eyrnasuð eða leiðilegur hávaði í viftu á vinnustað. Þú heyrir hann ekki fyrir þú hlustar á hann, og það sama gerist með þá bræðslulyktina þegar verið var að bræða á fullu. Og síðan þetta vandinn sem við erum að glíma við þegar við erum að búa til þessi hlutbundu lyktartest, eins og þetta sem sagt University of Pennsylvania sem sagt Smell Identification Test, að þar þetta á við sem sagt bandarískan miðríkja menningarheim. Strax hér á Íslandi finnum við lyktina, við vitum ekki hver hún er, og þannig getur maður spurt sig, ertu þá með lélegt lyktarskyn? Þannig að þetta vandamálin tengd þessum prófum. Bestu þakki fyrir þetta. Svo vel, takk. Við allavega, eru fleiri spurningar? Það eru nokkrir hérna inni ennþá sem við erum búin að finna út úr þessu. Nei, það virðist ekki koma fleiri, þá þökkum við kærlega fyrir. Takk kærlega.